Já, veistlega, hvort skemmtilegra, þetta Baldvin Borgar þjálfari, sko. Já. Okkar allra besti þjálfari í dag. Hvort skemmtilegra að spila Fort með Ousmane Dembele eða frá flösku með Mbappe? Hefur þú gert þetta? Já. Hefur þú farið á flösku með Mbappe? Já, það er rosalegt. Tell us. Já. Það var Dubai. Ég vektu mig, ykkur. Það er eiginlega þetta bara heimskulega sem ég gert. Það var bara heimskulega, þú veist. Já. Heimskulega mikið bull, Já. En það var, já, hann var nýbúinn að vinna, þetta var semst yfir jólin. Hann var nýbúinn að vinna, það var einhver, hvað segir maður, seremonía, þú veist, eitthvað besti leikmaður ársins eða eitthvað. Já. Og hann vann það. Og síðan förum við bara á einhvern veginn, þú veist, ég bara í toppmálum og sé bara allt í hennu komið einhverjum 5 security-görar og síðan bara einhver lína eftir honum og Mbappe þannig í, og þau setjast á svona borð. Og ég náttúrulega bara, þú veist, bara starstruck, þú veist, bara, herri, hann bara þarna og síðan var Theo Hernandez, ég veit ekki hvort þið veit hvað það er, AC Milan, alvöru töffari, og hann var líka þarna og síðan fara eitthvað vinir hans á eitthvað, þú veist, stemningsrölt, eitthvað, byrja eitthvað að dansa út í sal eitthvað, og þá segir ég bara, herri, þú veist, ég er búinn að spila, var að spila bara við hann daginn, sko, var eitthvað svona að reyna, þú veist, Já. bara algjört nónum eitthvað út í sal, sko, það er bara, já, í alvöru stemningsgörar, tókum við eitthvað með sér. Og þú veist, þá bara var ég að tóka hann í spaða á þeim hana og þú veist, það var ekkert mikið spjall, sko, en það voru líka menn voru vel í því allir hana. Og hendur þú svo bara beint í tweet, eða? Já, þú veist, já, ángrís. Það var eiginlega bara, þú veist, náttúrulega heimskulegt núna eitthvað. Nei, en samt, ég var bara, ég kom heim og einhvern veginn, þú veist, þeir var uppbúin að vera bara, það var svona, vá, þetta gerist bara. Já, ég er á mér flösku geðveikt að það er hendi í tweetið, sko. Já. Það getur verið með Ásgrim og Bjölla. En varst með Mbappe? Já, það er ekkert eins og oft með Ásgrim og Bjölla. Já, þeir eru bara fastir á einhverju flösku, sko. Hann talar ekkert ensku eða neitt. Jú, hann er fínn í ensku. Er hann fínn í ensku? Já, hann má eiga það. Annað en margir aðrir, sko. Já, hann spjöllu alveg eitthvað. Já, bara létt, þú veist, en ég held að, þú veist, hann bóttið það ekki hugmynd hver ég var, sko. Nei. Já. Er eitthvað svona brútal dæmi sem þú heyrt einhvern segja við annar leikmann? Og sem mann bara eins og, þú veist, þegar Zidane tók skallan og var að tala um hans eitthvað svo leys. Nei, ekki sem að ég hef heyrt og ekki verið sagt mig, sko. Ekkert eitthvað svona brútal eða bara gaur. Þetta var mikið, sko. Já. En ég man, Zlatan vorum að spila á AC Milan, þegar ég var í Venezia. Þá, var hotspinna og hann, þú veist, það var eitthvað meiddur eitthvað, þannig að það var svona smá pása. Og hann labbar einhvern veginn upp á mér, kíkir svona á baki á mér. Og spyr where are you from? Og ég held að hann væri bara svona smá að gera lítið úr mér. Ég veit ekki hvort það var bara forvitin, hvort ég var frá Svíþjóð eða ekki, sko. Það náttúrulega Son Sigurðsson. Þá sagði ég, frá Íslandi, en þú, spyr ég. Já. Og þá sagði hann, horfði svona á mig, sagði, from heaven. Hann er litli. Bara svona, þú veist, hann er that guy, sko. Shit. Hann er bara svona alltaf við það. Já, þetta er bara, Þetta er ekkert einhver að hann sé einhver karakter, en hann er svona, sko. Hann er bara svona. Þú veist, bara presensið og áran yfir þessu gaur. Þú veist, ég hef tvisvar, þú veist, maður hefur mætt hellinga leikmenni sem eru svona, þú veist, heimsklassa. Já. En það eru 2 gæði sem að stíga, eða svona, þú veist, eru Stand út úr. með áru, og það er Ronaldo og Zlatan. Já. Ef þú vilt horfa allan þáttinn, farðu inn á Broadcast.is. Það er Áskrið.